Þetta reyndar frétt sem ég hefði alveg getað tekið bara í síðustu viku, hún ekki alveg ný, ef svo má segja, en við vorum eitthvað á svo miklum hlaupum hérna og ég var ekki búin að skoða þetta nægilega vel þá, en það mikið talað þessi nýju sóttvarnalög sem að Alma Möller heilbrigðisráðherra setti fram og voru samþykkt á þingi með öllum stjórnar meiri hlutanum í brúnni þar. Þetta sem sagt sóttvarnalög sem eru svona í anda COVID-hysteríunar. Þetta auðvitað afleiðingar því að það svona skerpa á heimildum stjórnvalda til þess að ráðskast með okkur í þeim aðstæðum sem að gætu komið upp ef það kemur nýtt eitthvað svona COVID-sker, ef svo má segja. Þetta sagt vönduð og vel ígrunduð löggjöf sem sóttvarnir og gríðarlega mikilvæg fyrir heilsu og velferð landsmanna ef vásteðjar að vegna farsótta. Þetta segir í tilkynningu frá Ölmu Möller heilbrigðisráðherra sem var mönnuði landlæknir þegar að COVID-faraldurinn skall á síðast og það komískt að segja frá því á sama tíma á þessi nýju sóttvarnalög voru samþykkt að þá var hafnað tillögu minnihlutans að efna til sérstakar rannsóknar nefndar COVID viðbröðin síðustu sem full ástæða til og þetta margt sem að hefði mátt gera miklu betur og þetta hefur komið í ljós að margt sem að var sagt og gert hafi beinlínis verið rangt í COVID-faraldrinum. Já. En þetta frumvarp þannig að þetta færir stjórnvöldum auknar og skýrðar heimildir til þess að meðal annars takmarkaferðir fólks milli svæða til eða frá landinu og svo framvegis að fyrirskipa einangrun fyrir einstaklinga, að framkvæma heilbrigðisskoðanir, að setja reglur skimun, bólusetningar og skráningu smita, að grípa til aðgerða gagnvart faratækjum, vörum, farmi og póstsendingum, setja samkomutakmarkanir og aðrar samfélagslegar hömlur og að grípa til ráðstöðuna vegna óvenjulegra eða óvæntra atburða sem geta haft alvarlegar heilsufarsafleiðingar, ekki bara vegna hefðbundna farsótta. Og ég tók eftir því það sem við okkur sérstaka athygli hjá mörgum gagnrýnendum að gildissvið lagana mjög vítt. Önnur grein segir að lögin taki einnig til, eins og ég sagði áðan, óvenjulegra og óvæntra atburða sem geta haft alvarlegar heilsufarslegar afleiðingar. Þetta orðalag víðara en að tala eingöngu þekkta smitsjúkdóma og þarna eru hugtök eins og afkvíun, einangrun, heilbrigðisskoðun, farsótt, samfélagslega hættulegur sjúkdómur nefnt til sögunar. Og þetta þetta þýðir á mannamáli í raun bara það að Alma Möller og og heilbrigðisyfirvöld geta, ef að þeim dettur í hug og eða verið gefið út eitthvað hættulegt afbrigði einhverja veiru að fara að koma til landsins eitthvað, þá geta þau bara tekið í bremsuna og skikka okkur í stofufangelsi, geta skikka okkur í sprautur, í bólusetningar og frelsi einstaklings sem hefur áhyggjur af þessu og kannski kæri sig ekki að sprauta einhver í sig sem illa eða lítið rannsakað. Gæti það sem bara tilrauna bóluefni? Já, jafnvel, við höfum nú séð það gerast áður. Þetta þetta ískyggilegt. Já, ég bara segja það, ef það einhver gæjar að fara að mæta heim til mín að sprauta mig, ég ekki going out without a fight, sko. Ég bara, sorry. Ég veit ekki hvernig nákvæmlega þetta þessu framfyllt, en það bara talað að þau hafi heimildir til þess að einhvern veginn að ráðstafa sprautum í okkur að vild. Bara gangi ykkur vel. Já, ég segi það, hvað segir, náttúrulega engin gagnrýni á þetta í raun og veru frá íslenskum fjölmiðlum, nema ef maður kannski tekur fréttin.is. Þetta ömuleg frétt hjá MBL. Já, hún ekki. Þessi sem vorum að lesa, sko. Núna hafa hátt í 4.000 manns undirritað undirskriftalista á Ísland.is gegn nýlegum sóttvarnalögum og það var Alma Möller heilbrigðisráðherra sem laði frumvarpið á Alþingi eftir margar tilraunir og var það samþykkt í síðustu viku, segir í fréttinni. Og athygli vakti að Alma Möller og meirihluti Alþingis felldu einnig tillögu COVID-rannsóknarnefnd sem hefur áður verið komið á fót í flestum nágrannaríkjum okkar og þeim löndum sem við berum okkur saman við. Já.
Þá hefur gengið brösulega fyrir fólk sem að skaðaðist alvarlega eftir COVID-bólusetningar að sækja skaðabætur til sjúkratrygginga. Bretland hefur hins vegar hækkað til að mynda slíkar bætur og krafist meiri viðurkenninga á skaða sjúklinga á sprautu skaða. Og það segir Alþingi samþykkti heildstæð sóttvarnalög 21. apríl, lögin kom í stað eldri laga. Þetta á meðal annars við eftirfarandi við minnsta grun heilsufarsbrest. Þá heimildir til þess að fyrirskipa bólusetningar eða gjöf mótefna. Það heimildir til þess að krefjast skimana, einangranir í sóttvarnahúsum og afkvíðum ákveðna svæða. Þetta bara frelsissviptingar heimildir í raun og veru. Svo samkomufrelsi og atvinnufrelsi skert, heimild til að stöðva atvinnurekstur og loka skólum og setja á samkomubann. Það var nú gert í miklu mæli í síðasta COVID-faraldri með skelfilegum afleiðingum í raun og veru. Mörg fyrirtæki fór á þessu. Og í nýjum lögum ráðherra kveðið á að brot gegn reglum sóttvarnaúrræði geti varðað sektum eða allt að 1 árs fangelsi, takk fyrir. Já, fólk fór að mótmæla þessu vintrismáli hana. Já. Ef á eitthvað tíma að mótmæla bara niður Alþingi, þá það núna, sko. Það þú ert aldrei að fara að sjá samt fólk nenn að standa upp í hárun á þessu. Nei, fólk segir líka bara já, amen og heldur ennþá allt sem var gert var í COVID sé bara frábært. En það var sem sagt áður, þá var í lögunum í fyrri drögum, þar var rætt alltaf 3 mánaða fangelsi. Núna þetta komið upp í fangelsi alltaf ári, 1 árs fangelsi. Og það segir nýju sóttvarnalögin fara gegn lýðræðinu, stjórnarskrá Íslands og æðstu lögum í landinu. Hverjir kusu með þessu Alþingi? Það allir nema miðflokkurinn eða sjálfstæðisflokkurinn með þessu? Já, einhverjir sjálfstæðismenn sátu hjá, sýndist mér. En þetta var meira minna allur stjórnarmeirihlutin. Miðflokkurinn var á móti. Og svo eins og ég segi, það vakti líka athygli að þrátt fyrir að lönd sem við berum okkur saman við hafa öll skipað sambarlegar svona rannsóknarnefndir til að fara ofan í kjölinn á viðbröðum COVID-faraldrinum, að þá var það ekki samþykkt á Alþingi Íslendinga og því var hafnað af meirihlutanum. Já, og líka hvernig getur Alma Möller verið eitthvað að taka ákvörðunum það? Það hún sem í rannsökuð. Já, einmitt. Og ég myndi vilja líka bara rannsaka hennar eigin tekjur, sko. Já. Bara hvað peningar hún á og hvað peningar hafa verið komið til hennar hvaðan, skilur. Já, hún var nú eitthvað í djúpu heitu vatni daginn þegar komið ljósa maðurinn hennar hafi verið að þykja einhverja verktakagreiðslu samkvæmt einhverjum samningi sem að Alma Möller gerði. Þetta náttúrulega heitir bara nepotismi, sko. En allt að öllu, sko, þá þetta að vera að herða hér tökin sem að stjórnvöld hafa á almenningi og það akkurat það sem að við þurfum að tempra. Það þessi völd sem að yfirvaldið getur tekið á almenningi með í einhverjum aðstæðum sem hefur sýnt sig að mjög auðvelt að blása til. Það að búa til eitthvað svona neyðarástand sem er byggt á mjög veikum grunni í raun og veru og skapa þannig svona totalitarian ástand sem að Mattias Desmet, belgíski sálfræðingurinn sem ég hefur rættið í þessum þáttum, hann hefur bent á sem mikill munur á totalitarian state og dictatorial state. Dictatorial einræðisherra. Totalitarian state byggir mikið á því að fá almenning í lið með sér. Þú veist, þá ertu með raun og veru leynilöggu allstaðar í öllum húsum af því að almenningur kaupir narratífið og hann til að klaga nágranna sinn. Já. Hann til að klaga jafnvel fjölskyldumeðlimi. Sér líka bara hverju voru mest hötuðustu hópurinn á. Já. Það var anti-vaxxers. Þannig að einhver sem myndi tala gegn, bara þessi tölu gegn COVID-sprautum, það var bara hataðasta liðið á landinu. Já. Svo það kemur eitthvað nýtt og þú ætlar ekki að fara að tala, þá almenningunum bara, hei, þú ert bara hættulegur. Það er bara flott að þú varst handtekinn. Akkurat, þau bara peppa þetta. Já, mann bara, vá. Mér finnst ótrúlegast ég myndi verið að segja það, mér finnst ótrúlegast í þessu að þessi lög séu samþykkt á grunni þess að við erum nýbúin að gangi gegnum COVID-faraldur sem að hefur sýnt okkur ekkert annað en að þar hafið farið offari með valdheimildir og með lokanir og sóttkví og bólusetningar náttúrulega með efnum sem að voru
lítið og illa rannsökuð og þá eru fullyrðingar öryggi og notagildi sem að stóðust ekki neina skoðun og mikið af sérfræðingum og mikið á svona þó að þeir hafi verið settur út í kuldan síðar, það eru mikils virtir sérfræðingar sem hafa verið að benda á alls konar hörmulegar afleiðingar af COVID-spurðunum og að COVID sprautu skaði sé miklu algengari heldur en að stjórnvöld hafa ennþá þórað að viðurkenna. Og það þrátt fyrir þetta allt saman, þá eru að semja og samþykkja löggjöf sem að færi stjórnvöldum ennþá víðtækari heimildir til þess að gera ennþá meiri vittleysu í þessum efnum. Já, réttaferlið hafi verið að samþykkja rannsókn og út úr rannsóknu hefði það komið bersýniljós, við fórum og geist, við þurfum að deppa niður. Já, tempra valdið. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd, þá ferðu inn á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.